Titanic, skipið sem gat ekki sokkið, sökk í sinni fyrstu ferð 15. apríl árið 1912. En af hverju skildum við vera spekulir í því, þó eitthvað skip hafi sokkið fyrir meir en 100 ára síðan? Jú, Titanic, þetta stóra glæsilega skip hérna, var eitthvað sem að mennirnir höfðu búið til og þeir höfðu búið til margar hluti á þessum tíma. Þarna voru komnir bílar, símar, þarna voru komnar flugvélar og alls konar tæki sem að menn höfðu búið til og þeir höfðu mjög mikla trú á sjálfum sér og sínum eigin mætti og meðal annars birtist í þessu skipi. Nú, þessi draumur, hann varð að martröð, þessi tæknidraumur. Nú líka skulum við skoða þetta út frá því hverjir voru borð. Vegna þess að við getum sagt að borð í Titanic hafi verið svona þverskurðurinn af samfélaginu eins og það var á þessum tíma. En hvaða fólk var þetta og hvert var það að fara? Borð í Titanic voru rúmlega 2200 manns og af þeim fórust 1490. Þetta eru svona það bil tölur. Hér er þversnið af skipinu og það er kannski svolítið eins og þversniðið af þeim sem fórust. 2200 og einn reyndar voru borð, 325 voru á fyrsta farrými, 285 á öðru farrými og 706 á þriðja farrými. Og áhöfnin voru 885 manns. Hérna sjáum við þriðja farrýmið, en við horfum hérna neðst niðri. Þar sváfu allir í kojum og enginn hafði neitt sitt eigið herbergi eða neitt slíkt. Í öðru farrými höfðu menn sín eigin herbergi og höfðu mötuneyti sjálfur sem þeir gátu farið í. En á fyrsta farrýminu þá voru ekki bara káetur eða herbergi í skipinu fyrir þá, heldur heilu íbúðirnar. Þeir höfðu ganga sem þeir gátu farið út í göngutúra, sóldekk eða stað þar sem þeir gátu farið í sólbað og ýmislegt annað sem þeir höfðu sem aðrir höfðu ekki nákvæmlega eins og í samfélaginu sjálfu. Og þeir höfðu björgunarbáta. En á Titanic voru ekki til björgunarbátar fyrir alla sem borð voru. Við eins og við sáum þá gat skipið ekki sokkið. Þeir sem voru á fyrsta farrými voru kannski þeir sem höfðu komið vel út úr þeim þjóðfélagsbreytingum í iðnvæðingunni sem hafði orðið á 18. öld og 19. öld. Það er að segja, samfélagið hefði breyst, verksmiðjurekstur var kominn í fullan gang og menn urðu ríkir ekki af því að þeir áttu jarðir, af því að pabbi þeirra hafði áttu jörð eða afi þeirra hafði áttu jörð eða langafi þeirra, heldur vegna þess að þeir sjálfir eða einhverjir nákomnir þeim hafði eignast eitt verksmiðju eða flutningafyrirtæki eða skip og þeir urðu ríkir á því, þeir urðu ríkir á því sem að iðnvæðingin, vélvæðingin gat gefið. Þetta var miklu ríkara fólk heldur en millistéttin sem að samt hafði það mjög gott. Þetta voru læknar og lögfræðingar og svoleiðis fólk eins og við sjáum hérna. Þeir sem höfðu komist í góð efni af eigin vinnu. Á þriðja farrýminu, þar sem voru langflestir, var fátækt fólk sem var að flytja til Ameríku. Það var að flýja þrengslin og ömurlegheitin sem voru í Evrópu. Fólk hafði ekki vinnu, bændur höfðu ekki land sem þau þurftu og í Ameríku var fullt af nýju landi sem þau gátu fengið. Villta vestrið er náttúrulega bara ferðalag þessa fólks og áfram vestur yfir Ameríku. En sem sagt þetta í Titanic var þessi skipting. Þessir voru á fyrsta farrými, þessir voru á öðru farrými og fólki sem var að flytja var á þriðja farrými. Það sem gerðist þegar að Titanic fórst var það að það var á leið frá Englandi til Bandaríkjanna, frá Englandi hérna og til Bandaríkjanna, siglt svona stórbaugshring eitthvað svona, en
það sem gerist það að hérna Golfstraumurinn, heitur straumur sem fer hérna norður, en hérna Labradorstraumurinn. Hann hafði flutt stóra borgarísjaka sem höfðu brotnað úr Grænlandsjökli hingað suður og þegar að skipið sigldi á fullri ferð þá tók það ekki mark á þessu íshröngli, einhverjum klökum sem voru á floti á sjónum. Sigldi bara fulla ferð en skipstjórinn gerði sér ekki grein fyrir því hvað þetta var mikill ís og eins og við vitum þá bara 1/10 af ísjakanum upp úr vatninu, 9/10 niður. Og hann brást of seint við þegar hann sá borgarísjaka, það var ekki hægt að stoppa svona stórt skip á svona stuttum tíma. Það stímdi beint á jakann, rifnaði, það kom stór rif á skipið og það sökk. Nú, það sem við höfum sem sagt skoðað á þessum glærum hvað það gerðist þegar Titanic fórst og það sem þið þurfið að gera núna að klára þessi skylduverkefni sem eru og huga síðan að valverkefnunum þar sem þið getið meðal annars fengist við það hvort að það sé hvað ykkur finnst af því sem þið lesið hverjir það voru sem að komust af. Var það hærra hlutfall af þeim sem voru á fyrsta farrými sem komst af miðað við það sem voru á þriðja farrými. Voru meiri líkur sem sagt á því að þeir sem voru á fyrsta farrými kæmust í björgunarbáta eða þeir sem voru á þriðja farrými. Og ef að það rétt að fleiri af fyrsta farrými komust í björgunarbátana, var það þá réttlætanlegt? Það réttlætanlegt að þeir sem eiga mikla peninga eigi meiri möguleika á því að bjargast þegar skip fest? En þið skoðuð það betur þegar að þið farið að gera verkefni. Og nú skulum við snúa ykkur þeim.